Sko, ég trúi því að þetta geti orðið hörkufætt, en ég trúi líka að þetta geti orðið stutt. Hjarta mitt segir Conor, en skynsemi segir Khabib, en ég mun alltaf fylgja hjartanu, þannig ég ætla að segja Conor með bara TKO í annarri lotu. Þannig ég held að Khabib vilji sanna eitthvað og ætla að reyna að vera eitthvað rosa svona aðeins að reyna að gera lítið úr. Conor reynir kannski jafnvel að halda þessu smá standardi, en svo held ég að ég held að Conor eftir að ná hann. Ég held að Conor eftir að ná hann snemma í annarri lotunni. TKO. I think Conor is gonna win by TKO or KO. I think it's just too much underestimating on the side from Khabib and his team. It's a very complex game, and I think Conor has the better game definitely. I think we're gonna see a TKO. Might be even seeing something like the Jose Aldo fight. Ég nokkuð sannfærður að okkar maður Conor vinni þennan bardaga og ég held hann vinna hann í fyrstu lotu. Og ég eiginlega náttúrulega, eins og kannski allir sem spá Conor sigri, spáði að hann roti Khabib. Ástæðan fyrir því held ég sé fyrst og fremst svo að Khabib hefur auðvitað aldrei mætt neinum á Conors level þegar kemur að striking. Og Khabib mjög villtur. Ég held að komi inn mjög villtur á móti Conor. Ég held að hann gerir sér ekki alveg grein fyrir hversu gott takedown defense Conor með. Og ég held að hann einfaldlega ná hann ekki niður, heldur fái vinstri höndina hjá Conor beint á kjálkan þegar hann æðir inn. Og Conor klárar hann svo bara. Ég held að Conor vinni. Ekki bara því ég er fanboy, heldur að því að hann bara töluvert betri. Ég held smá vona að þetta líti út svona fyrir að vera mismatch. Þetta náttúrulega ekki mismatch, en ég held þetta svona leið þetta byrjar, þá er þetta mismatch. Og ég held þetta verið mjög líkt og Eddie Alvarez bardaðinn. Hann bara einhvern veginn eftir að vera svona pick and apart. Og já, TKO, það allir að segja að hann vinnur á knockout svona Jose Aldo en ég held þetta verði svolítið eins og Eddie Alvarez, bara slæra niður, TKO. Khabib eftir að vera bara, hann er orðlíðinlega standardi til þess að vera á mótunum standardi, þannig að hann verður að ná þessu í gólfið. Ef hann næður þessu í gólfið þá held ég þetta verði ekki eins og Edson Barboza eða Michael Johnson eða eitthvað, Ég held að Conor alltaf eftir að geta staðið upp. Þetta er miklu erfiðari bardagi fyrir Khabib en fólk heldur. Fólk alltaf að sjá hvað gerir með Michael Johnson, hver er Michael Johnson? Þannig að ég held að þetta verði, hann alltaf eftir að geta barast við hann á bakinu, jafnvel, ég held að hann alveg eftir að geta stoppað miklu fleiri fellur en einhver hefur gert, en þetta verður samt alveg erfitt þannig að ef þetta verður vor, ef þetta verður vor, nú er ég að hugsa þetta þá gæti verið að Khabib gæti unnið þetta verður mjög close bardaga því ég held að hann sé mentally harðari og Conor hefur meiri pening og hefur svona, ég held að það sé miklu auðveldara að flýja út þegar þetta verður ógeðslega erfitt. Ég fer þá bara að chilla hugstæðar á okkur smekk. En ég held að það verði ekki þannig, ég held að það verði bara allt auðvelt. Já, ég held að Khabib taki hennar bardaga og ég held að hann taki þetta bara á Khabib time. Það verði bara 5 lótu móling. Kannski nær Conor að vanka hann einu sinni í fyrstu eða annarri, en síðan nær hann honum og hendur honum í gólfið, talar við hann, talar við Dana, talar við alla. Ég held að það verði bara hollt fyrir sportið, heiminn, bara alla að horfa á að tapa. En Conor kemur samt aftur og tekur neit og eitthvað og sirkusin heldur áfram. En ég held að Khabib taki þetta bara örugglega. Það var náttúrulega allir séð Khabib stræka og það var allir séð Conor undir í gólfinu. Þetta er náttúrulega bara stóra spurningin í þessu, en ég sé Conor bara lenda á Khabib og klára hann bara snemma. Ég held að það fari ekki langt Ég held að Conor eftir að vinna og ég held að hann eftir að rota hann. Annarkvort í fyrstu lotu eða í annarri lotu.
og ég held að hann eigi bara eftir að jafnvel þótt hann verið tekinn niður þá mun hann bara standa upp aftur og hann á bara eftir að held ég halda hann langt frá sér og bara ná hann með einhver höggi sem vankar hann og þá bara verður hann hræddur og gerir nákvæmlega eins og hann gerði við Eddie Alvarez og rústa hann bara. Well, I think that Conor is going to win the fight by TKO, probably. I do believe that it's going to be pretty much the same that against Eddie Alvarez. I think that he's too good at managing the distance. Khabib is going to try to close it, and I think he's just going to pick him apart with with his straight punches and finish him second round, probably.